Við þökkum Pól fyrir. Næstur tekur til máls Bjarni Þór Júlíusson og fjallar framsetningu og kynningarefni Corpus Vitalis og í beinu framhaldi af því viðskipti í gegnum vefsetrið Intervols. Því að þessi hópur orðinn svo skemmtilega vel samstígandi og samstiltur. Það alveg sama hvað við tökum okkur fyrir. Hvort sem það vísindasetrið hans Guðmundar eða tölvumál eða félagsmál. Þetta mest félagsfræði hérna á þessum vinnustað. Við erum mikið að ræða samskipti og tilfinningar og lausnir. Það svolítið skemmtilegt, þetta óvenjulegu vinnustað fyrir það og ég held að flesti getur vottað það að mér skilst það á mönnum að þeir hafi gaman að því að eiga við þessar hluti sem við erum að fást við því að við erum svolítið að fara á nýja brautir eins og því kannski hafið heyrt og flestir sem hafa verið hérna á kynningum held ég, flestir hafi séð það sem að við höfum kynnt og ég ætla örlítið að drepa á því sem að við höfum kynnt áður samt að fara frekar fljótt yfir það því að ég held að flestir hafi séð það sem við höfum verið að kynna það er ný andlit sem ég hef ekki séð áður sem ánægilegt og ég held að þetta sé ágætismæting og þið vitið þetta fjallar einstaklingin individual og við getum ekki gleymt því sem var lagt af stað með það var að fjárfesta í breytingu í samfélagi nútímans og þá ég að tala ekki bara Ísland heldur á heimsvísu, það sá möguleiki sem við höfum fyrir hendi og það sem við erum að leggja áherslu á eins og kom fram þegar Paul talaði. Thank you Paul, it was really nice. Og það mjög skemmtilegt því að flesta af þessu fólki sem kemur að þessu samstíga, þau eru svo tilbúin í þessa vinnu sem ekki bara kennd í menntakerfinu eða skólakerfinu eins og við þekkjum það, heldur þetta spurning nýtt viðhorf. Og við höfum verið að tala það að það mikil reiði í samfélaginu út af spillingu og öðru sem að þrífst í stjórnmálakerfi og þessu sem tengist þessu yfirvaldi og við getum öll gert eitthvað í því að vinna á þessum mismunum sem hefur átt sér stað, þessari mismunum sem hefur átt sér stað og það mikill áhugi fyrir því bæði hérlendis og erlendis að gera eitthvað í málinu. Og ég ætla að fara örlítið yfir verkefnið og stöðuna og svara þeim spurningum sem að ég veit að brenna velust á mörgum og gefa ykkur stöðuna eins og hún og svo erum við að horfa fram á því að það búið að ganga svakalega vel eftir að við fórum í gegnum einhverjar breytingar. Það var einhverja manna hrókfæringar og annað, tilfæringar og hlökkum til sumarsins og þess sem að koma núna á næsta mánuði, byrjandi í þessum mánuði. Ég ætla að fara yfir þetta og þið vitið alveg öll að ég heiti Bjarni Þór Júlíusson og ég framkvæmdastjóri félagsins og þetta enda fleiri en eitt félag og það Póli væntanlega komið inn á það, hann vice president í Corpus Vitalis og Pól alveg fæddur í það hlutverk því að hann þannig innréttaður og hann svona eins og siðapostuli gengur á meðal okkar og segir hvað má og hvað má ekki. Við erum þannig séð svolítið öðru sem fyrirtæki, við erum svolítið svona að reyna að bæta okkar venjur. Pól til dæmis kemur alltaf með grænmeti til mín á hverjum einasta degi, það sker grænmeti í mig. Hann passar upp á það að ég borði vel, annars myndi ég sleppa því eða gleyma því. Þannig að þetta snýst fjölskylduna og einstaklingin, samfélagið heild og ég ætla að fara hratt í gegnum þessa hluti og það hafa komið skemmtilegar hugmyndir frá mönnum sem hafa verið að spáða fjárfesta og sumir hafa fjárfest sem hafa komið til okkar og sagt þetta gengur ekki, þetta virkar ekki, það má ekki hjálpa fólki, má ekki hjálpa fátæku fólki eða eitthvað þess háttar. En þeir hafa yfirleitt, ég veit ekki neitt sem hefur ekki farið hérna út með aðra hugmynd eða nýja skoðun á þeirri hugmynd sem þeir hafa haft. Það enginn sem hefur sagt að þetta geti ekki gengið og akkur heimurinn gæti ekki orðið betri ef að allir hefðu fjármagn til þess að kaupa þjónustu af næsta aðila. Þið veitir að fjármagnið fast í bönkunum og við þurfum til þess að ná þeim út. En við erum að fjárfesta í fólki og getu, þekkingu, reynslu og við höfum marga möguleika, ekki bara sem einstaklingar í fjárfestingafélagi, heldur sem heild
og allir sem að koma að þessu eru alltaf velkomnir að taka þátt í mótun verksins og koma með hugmyndir leiðir. Ég var aðeins að nefna áðan að við höfum verið að glíma við gjaldeyrishöft. Það hafa verið það sem hefur hafið okkur hvað mest undanfarið. Það er að finna leiðir vegna þess að ef að þjónustan fer fram eins og til var ætlað að peningarnir vera greiddir inn á bankareikning og síðan eigum við að deila þeim út til fyrirtækjana sem að selja þjónustuna og svo til einstaklinga og svo fjárfesta. Í sjálfu sér fjárfestavandamálið ekki til sögu, heldur að geta greitt aftur úr landinu þar sem að það eru gjaldeyrishöft. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig við ætlum að leysa það. Það kemur inn á það og við teljum okkur vera búin að finna góða lausn á því. Og það nýverið skeið að það fannst lausn á því. Já, hefst þá yfirferðin. Það stóð hérna fjárfesting með skattaafslætti, við erum búin að taka það út. Ríkið hins vegar gerði okkur þann greið að flytja þau fríðindi fjárfestana að fá skattaafslátt fyrir að fjárfesta í okkur yfir á okkur. Þess að félagið sterkara. Það er að segja við hefum inneigni á skattinum fyrir vikið, sem mjög ánægilegt en kannski ekki eins fyrir ykkur, en hins vegar í heildina við allir að njóta góðsæði. Þetta einhver liður í skatta áráttu ríkisstjórnarinnar að reyna að skerða skatta til fólks. Nei, ekki skerða, hækka. Skerða lífsskilyrði. Jæja, ok, við skulum fara þess að í þetta. Þetta er álitlegur fjárfestingarkostur. Og já, ég fer hratt yfir. Hópurinn sem því að við séð hér inni nú ekki svo allur talinn þótt að það séu sumir sem eru ekki í tölvum og þess að það eins og Guðmundur og Eddi sem eru 1000 fjallar smiðir og algjör snillingar í sambandi við allar smíðar. Og enda hann ekki vísindasetur höfuð pörinn fyrir ekki neitt, Guðmundur. En það fólki kemur við að og það eru menn sem koma inn og leysa þrautir ekki endilega fastráðnir en eftir þörfum. Og eins og það hefur kannski komið fram og þá hluti af fyrirtækinu rekinn erlendis. Við erum með svona hálfgett útibú. En sem sagt, þetta byrjar á því að við leitum til fólks og það stendur above poverty line. Þessi maður að fara úr því umhverfi sem heft fjárhagslega yfir í nýtt samfélag sem gæti verið svona brú yfir í betri heim. Og það sem þessi mynd táknar, hún táknar það að það sé að labba í gegnum þetta ferli og hann gefur okkur upp stöðuna sína og þessi punktar sem kveikna þetta þýðir menntun og reynsla og síðan vilji hægra með við hann. Það sem hann langar að gera og það sem hann gerir í raun og verunni það sem við metum og teljum til fjárs. En við erum semst að fara í raunin að ráða fólk í fjarvinnu. Og þetta verður hálfgert svona fjarvinnukerfi samanber landsími sem með þjónustur út allt land. En fólk þarf ekki að vinna, sitja við tölvun og vinna allir daginn, heldur það mælt eftir verkefnu sem kom inn á þennan markað. Og þið vitið að þetta er markaður og samskiptakerfi. Ég mun kannski endurtaka mig því að ég veit að það eru sumir sem ég hef ekki hitt og geta sagt frá eða útskýrt fyrir mönnum hvað við erum að gera. Þannig ég ætla svona aðeins að drepa á því sem hefur verið nefnt á ýmsum fundum, þeir eru aldrei eins. Verkefni hófst 93, ég ætla ekki að fara djúpt í það en það var prufukeyrt, þess að þjónusta við almenning og fyrirtæki og það var skrifað það í erlendum fjölmiðlum og hér innlendum. Það var þá nefnt Freðfiskmarkaður Íslands sem var þarfagreiningatæki fyrir fiskframleiðendur og fisksala sem voru að leita að kaupendum. Þetta leita einhvern veginn svona út þá sem var markaður. En það sem við erum að tala hér sem sagt lausn, það sem erum að brúa bil þessara ólíkra heima, þar sem annars þetta bláa sem þýðir í rauninni sterkt efnahagskerfi eða fólk með menntun og býr í velsældarsamfélagi. Það þessi þekkingin, bláa þekking og græna, það myndum við kalla kannski millistétt. Fólk sem mann kannski erfiðu tímana og veit hvað samkennd
hvað samkennd getur skipt miklu máli því þegar allir fengið hjálp einhvern tímann á lífsleiðinni og þau saman bláa og græna taka þátt í að flytja fjármagn úr okkar heimi yfir en þó í lokað kerfi til fólk sem að þarf að borða og mennta sig og þið sjáu það neyslusjóður, menntunarsjóður, húsnæðissjóður og ég reyndar ekki með þá mynd, ég gleymdi bara að setja hann upp. Hún tekur á því hver munurinn af því að nú eru spámenn í hagfræði, hver munurinn á því að hjálpa þeim sem hafa ekki neitt. Ef við förum að styðja þau fjárhagslega og ef að pabbi þessa manns að tína kaffibaunir fyrir $1 á dag og ef við förum að láta hann allt í einu hafa fullt af peningum að þá myndi $1 ekki duga fyrir launum þessa manns, hann myndi hætta að vinna við kaffitínslu sem þýðir hann myndi riðla öllu hagkerfi, sölu og markaðskerfis kaffiiðnaðarins eða þess sem við þekkjum eins og sem kemur á þessum fátækralöndum. Bjarni, ertu þreyttur? Já. Æja. Það er gaman að sjá þig, Karl. Það eru fleiri búin að buða hérna. Afsakið, bara smótutúr, þetta er bara nafni minn, við væntum hann. Ef pabbi þessa manns fengi fullt af peningum, þá myndi það hætta að tína baunir og þá verði hagkerfi og markaðskerfi Bandaríkjanna mjög óhrest með það sem myndi verða í framhaldi af því. En það sem að ég vildi ætla að sýna ykkur að munurinn á því hvernig þau búa og hvernig við búum rauninni lífsskilyrðin. Þau eru með infrastruktúr, þau eru með þjónustu, þau eru með þekkingu, það eru pípulagningumenn, rafvirkjar, trésmiðir og hvaðina sem byggja hús. Það ekki það með sagt að þeir hafi það ekki, en heldur það vantar fjármagn og infrastruktúr til þess að stýra samfélaginu í það farveg að gera eitthvað skipulag, til dæmis gera götur eða eitthvað þess vegna. Ég var í Afríku, þar hins vegar vöxtur mikill og ég sá svona hvernig þetta geti gengið upp. Vísu gengur ekki alls þar, það alveg klárt, en við ætlum ekkert að reyna að selja hver einu mannsbarni þessa hugmynd, heldur bara þeim sem þurfa á því að halda. En það sem ég að tala að munurinn á því sem við þekkjum í dag sem kannski, eða væri Súlurit sem væri einn stórt og þessi maður hinum megin, sem væri okkar lífsskilyrði og svo Súlurit í mjög lágt eins og þeirra lífsskilyrði eru og það sé rauninni munurinn á okkur. Ok, við vitum að peningar virka mismunandi eftir í hvað gjaldmiðli þeir eru notaðir, í hvað landi þeir eru notaðir. Þannig að hún getur keypt brauð á 1 krónu meðan þessi kaupir það á 100 kall. Þið veitir hvernig það er. Það er mismunandi styrkleiki á gjaldmiðlum. Það sem ég að segja hér, ef að súlan hér og hennar lífsskilyrði eru slæm, svona lág og við erum að bæta þessu inn í þeirra líf, menntunarsjóður, húsnæðissjóður, neyslusjóður, að þá erum við sem sagt að forstýra því. Við erum ekki að gefa þeim þessa peninga til þess að spendera í hvað sem þeir vilja, heldur verður að fara í þessa þjónustu. Og þá erum við að fjárfesta í atvinnu í því landi, skapa atvinnu, því að hún þarf að nota þessa peninga til að byggja hús. Þannig að við erum að byggja infrastruktúr í þeirra samfélagi ofan á þetta hérna, án þess að skerða launakerfi þeirra. Þannig að við erum að bæta þessu við. Þau getur haldið áfram að vinna við það sem þeir vinna, þótt ég hafi tekið $1 á dag sem svolítið ekstrím. Þá þetta möguleikinn að þeirra lífsskilyrði batna en hagkerfið þarf ekki að breytast. Skiljið hvað að fara? Ok. Þannig að þau fá ekki svo mikið af peningum út í hönd. Þetta svolítið forsjálni eða fyrirhyggjustarfsemi ykkur. En það sem við sjáum hér þetta hagkerfi ætlum að skoða eins inn í það. Þetta tölvutækni sem við erum að horfa á sem mjög fjölþætt og tengir allar þessar heimsálfur. Og eins og ég sá þarna uppi var framleiðandinn, hann var reyndar settur sem kýmveri. En þá ætla ég að sýna ykkur aðeins aðferðina sem við beitum. Það að fyrirtækin sem koma þarna inn, þau skrá vörurnar sínar inn á hana markað í gagnagrunnskerfi sem þetta gula sem þið sjáu hér. En með stjórnun okkar, það að segja tæknilegra stjórnunar, sem Corpus Vitalis í miðinni. Og þessi samskiptakerfi eru öll tengt saman gagnagrunnur héðan, annars frá þessum þarna og svo yfir í hinn. Þetta þýðir að fyrirtæki að framleiða hráa vöru, svo kallar bulk product. Fyrirtæki skráði vörun á markað og það fer inn í gagnagrunn og sama skráning svo flutt eða klónuð yfir á kerfi sem að söluaðilar nota. Við sjáum fyrir okkur að við þurfum að fjárfesta svolítið mikið í tölvubúnaði fyrir þetta og við erum þegar byrjaðir á því.
En þetta sameiginlegar upplýsingar, en þetta sem sagt sölufyrirtæki sem tekur við sömu upplýsingum, bætir við því sem þarf til þess að markaðssetja að gera þær notendavænar fyrir einstaklinga og setja inn neytendaumbæður, handbækur og svo framvegis, þá hækkar þetta í verði. Þeir nota sömu upplýsingar, þetta sem verið að nýta, þetta miðlægt upplýsingakerfi fyrir framleiðendur og mikil hagræðing í fyrir báða aðila, framleiðendur og söluaðila. En við höfum ekki hugsað okkur að fara í að taka millilið úr ferlinu. Það er alveg klárt, ég held allir sem hafa heyrt til okkar vita því þegar við erum að reyna að efla atvinnu. Og hún getur falið í sér þjónustustörf og framleiðslu líka. Við erum mjög uppteknir af því að vera svolítið grænir og tala hversu mikilvægt það er að þróa verki í þá veru að við séum ekki að ýta undir svona kemíska eða verri efni út í náttúruna. Og það er þessi Corpus Vitale stendur fyrir, það er að þróa þá aðferð eða þjónustu fyrir samfélagið þannig að við neytendur getum orðið ábyrgir neytendur. Fjöldin er gríðarlegur, eftir okkar könnun þá erum við bara með þess að fara að setja af stað fólksfjölgun í þessari þjónustu og það er það sem margir spyrja og bíða eftir. En málið er þetta, þau sem við höfum talað við í gegnum árin bíða eftir þessu óvæni. Við höfum aðalega lagt áherslu á að vera vel tæknilega byggðir og tölvuvæddir fyrir þetta og við viljum ekki setja neitt á stað í ykkur óðagoti fyrir en allt er klárt. Þannig að jarðvegurinn er góður og sökkullin er komin undir bygginguna og hún sé nógu stór og það erum við að ná. Því erum við að ná. Og þetta er sem sagt þetta svona miniatúra af þessu hagkerfi þar sem við sjáum framleiðanda, söluaðila, neytendur þarna og svo aðra stéttir samfélagsins sem að taka þátt í ferlinu. Og smá saman færist þess að kaupgeta frá okkur yfir til þeirra og það sem það gerir er að þau fá kaupmátt, fyrirtækin fá fleiri viðskiptavini og ég sagt ykkur það að fyrirtæki vilja fá fleiri viðskiptavini. Þannig að okkar þess að þríeggja mynd er afl í allar áttir. Þjóna fyrirtækjum, þjóðar kaupmætti annars vegar okkar, við erum ekki að tala til fjárfestar, ég tala til fólksins og þeirra sem að þurfa einhverja hjálp og ástand í heiminum er sannarlega að kalla á það. En þetta er það sem þetta snýst þetta eru margir hópar og við viljum ekki að fara velja lengi yfir þessu, yfir öllum þessum aðferðafræðum, en þarna lengst til vinstri er þess að Corpus Vitale notandi, þar við hliðina er rauður, hann er í þörf, hann er hungraður og það heitir getyourdonation.com. CEO Stocks er unga fólkið sem að keyrir þetta áfram, það er svona netvinnsla og fjarvinnslu sölumenn. Intervols er sem sagt þeir sem eru menntaðir, eru sæmilega staddir og getur lesið einhver fagtímarit fjármál eða eitthvað þess því að það eru fjárfestingakostir hérna og það er vísað meðal annars á okkar fyrirtæki. Þau getur líka fjárfest í þeim fyrirtækjum sem að koma inn á markað sem við erum að þjónusta. Þetta getur verið foreldrar þessa græna, þannig að þetta er sami hópur. Blár, það er fyrirtækin, hvítur þýðir, hann býður eftir hjálp og í rauninni allir ætti að þróast yfir hérna fjólubláa sem er æðsta stig Corpus Vitalis. En það er sá sem að er meðvitaður umhverfið og lætur sér þykja annt aðra og náungan. Kerfið er svolítið byggt upp með þessum hætti og við erum þetta er allt tengt inn í sama gagnagrunnskerfi þótt að þessi teiknað með einum gagnagrunni þá er þetta í dag hægt að gera í mörgum gagnagrunnum og ég er aðeins að fara svona í tæknina þar sem við erum að fara yfir núna með kerfisfræðingum og þróunar hóp okkar að það sameinast allir á sama borði. Þetta er svona nokkri ferlar úr kerfinu sem við erum að þróa núna og sumt af þessu sem við erum að þróa sést ekki þarna, það er til dæmis fyrirtækjaskráningakerfi sem að þegar við séð í dag sem heitir Intervols í dag, það fær nýtt heiti, það mun heita Binary Market, það er þessi blái, það sést ekki þarna
og vegna þess að þau eru mjög álíka þessi þjónustukerfi sem við erum að setja annars vegar Corpus Vitalis sem er lengst niður til vinstri og svo Intervals og svo CEO Stocks og Get Your Donation lengst til vinstri uppi. Markmið að við þróumst öll yfir í þessa átt að við séum meðvituð það að við höfum atkvæði. Við getum haft eitthvað að segja það hvað verður umhverfið, náttúruna og það margir að spá í orku, annars verður það mengun og svo þess áttar. Eitthvað við okkur? Nei, Ragnar ætlaði að segja. Það er gaman að heyra alltaf í þér Ragnar reglulega í útvarpinu. Það er mjög friskandi. Minnir okkur á hvar við erum stödd. Þakka fyrir það. En það er sem sagt, hann sameinar þessi fjólubláð, hann sameinar öll þessi öfl, þessa ólíku heima á miðpunkti. Og hann tengir saman markmið félagsins. En málið það, við erum ekki að leggja það á fólk að það verða að gera eitthvað. Það er allir sem hafa frjálsan vilja í öllu þessu. Við erum bara búið til tæki til að bæta umhverfið. Og þetta er sem sagt vefur sem er að fara upp í þessum mánuði sem er söluvefur fyrir þessa ungu hörðu nagla. Við vorum að veltaði fyrir okkur hvort við ættum að þetta sýnir svo dollara og olíu þarna í bakgrunni, hvort við ættum að láta striki fara niður. En það geta einhverjum verið fúlir yfir því, því að það er stefna á því að koma með nýja orkugjafa í sambandi bíla. Er ekki Júlli þarna? Hann er að fara eitthvað valsball. Já, við erum búin að fara í gegnum þetta. Þetta er svona örlítið bara sem sýnir svona kerfið eins og það er hugsað. Þessi samstarfsaðili er ennþá inn í myndinni. Við erum eins og að koma með annan banka sem er Varadekk nr. 2 og svo ætlum við að vera með 3 Varadekk í samtöðu banka og fjármáladreifingu. Við erum að fara á fund með Seðlabanka upp á að fá biðreikning. Er ekki í lagi að tala um það, Óskar? Jú. Já. Þess að við erum að fara á fund, þeir tóku mjög vel í þetta og leist ofsalega vel á er það ekki Úlfar? Já, hugmyndina. Og frá hugmyndin okkar Já, við getum þurft að fá undanþágu út af þessu kerfi, annars vegar þetta er gríðarlega mikla skatttekjur sem að þjóðin myndi fá, ekki þar fyrir utan að bara fjármagnið sem kæmi inn í samfélagið væri mjög jákvætt og vegna þess að flest, 95% af fjármagnið sem er hérna inni og fer í gegnum okkar þjónustu er erlend, þannig að þetta mun styrkja gjaldeyrin allavega íslenska og styrkja stöðu Íslendinga. Er þið ekki fiskútflutningi? Jæja, en við ræðum það síðar. Þetta er sem sagt staðan í dag með hvað þetta varðar og ég hef farið nú yfir þetta þessar grunnvörur og kynningarefni sem að gengur vel að vinna. Ég veit ekki því að kannski séð eitthvað aðeins af því núna, ég fylgdist ekki með því. En við erum sem sagt að fara að kaupa vinnu og brauðfæða og mennta þessa einstaklingar sem að heimurinn veit ekki á og kærir sig ekki að vita. Og þetta hefur við, ég er aðeins að fara í þetta og sé að það eru fólk sem hefur ekki séð þetta. Ég var aðeins að endurraða hérna inni. Þetta gengur út á það að fjármagni kemur inn í gegnum Interval sem að þýðir Internet Wall Street, þetta er svolítið fyrir 2007, þetta sem þetta var keypt þetta lén. En það, með þessu fólki sem að kemur að þessu verður til orkan sem er fjárflæði og við flytjum það með okkar hugbúnaði og þjónustu til hins fólksins en það tekur það ekki út og hleypur burtu með fjármagni. Og með greiðslu og á vöru og þjónustu sem er ekki meira en þekkist verður til færsla inn í okkar kerfi og við flytjum svo hluta okkar hagnaði áfram og styðjum þau með 5 evrum og sem er hlut aðild í ávöxtunarsjóði sem er stýrður af okkur, en þetta er ekki handfært, þetta er allt hannað í hugbúna, það er ekki maður sem ákveður einn daginn allar að millifæra 1 milljarð eða svo, heldur er þetta allt sjálfvirkt og hún getur síðan hjálpað öðrum þegar hún fær þennan styrk og það skilar sér svo aftur tilbaka, þetta verður svona eilíða lúpa sem lítur einhvern veginn svona út og það nýtur allir njóta góðs af því en fyrirtæki fá sitt og ákveða sjálf hversu mikið það er og gæðaeftirliti mun eins og að greina líka hversu vinsæl þau eru og þá minn ég gæði varandi vöru og ábyrgðir varandi flutninga og
það sem þau segja að þau ætla að gera. Og þessi sjóðir sem ég sýndi ykkur áðan eru sem sagt margir og til dæmis bara ég að skoða frönsku skattalögin. Það eru 15 skattaliðir. Hjá okkur eru það ekki eins margir. Það bara eitthvað 38% tekjuskattur eða launa. En þar í Frakklandi þeir eru með svona sósíalisma það annaðist ekki, þeir eru voða lánaði með sitt. Ríkisstjórnin skítrædd við fólkið, almenningin og þú ekki að gera neitt og það hækkar alltaf þjónusta við almenning sama hvað gerist eða hvað ár líða. Öfugt í Bandaríkin. Ef þið hafið séð heimildamyndina Sicko, þið mælið með henni, að þá myndið þið sjá hvernig fólk hefur það rosalega gott í Frakklandi og Bretlandi varandi heilsumál. En það sem við erum að fara af stað núna með, að ég var að tala fjölgun, við erum að fara núna af stað með skráningu á fólki og það fyrsti mánuður og annar mánuður og við erum að tala að það einhver margfeldi af því, það 660 manns á dag eftir á þriðja mánuði og við erum að fara lítið yfir það hvernig þetta scenario geti lítið út og ég að fara aðeins hraðar ég á það til að tala svolítið mikið, ég verið að afsaka, það reyna að vera fluttur og við förum yfir eins árs tímabil og því að okkar kannanir sýna að það gríðarleg þörf fyrir þetta og við þurfum að vera ansi fljótir að bæta við okkur tölvukosti og þess að svo að kerfið hafi undan og þetta förum við yfir ár og þarna eru komið 200.000 á dag og við erum komin í þessu lönd sem við vorum komin með skráningar fyrir sem eru 132 lönd og sum af þeim samböndum verða ekki nýtt, þau munu sennilega ekki nýtast en það kemur bara ljós, kemur alltaf ljós en flestir vilja að fá þetta og þannig að það hefur verið okkar helsta mál að fjármagna þetta vel áður en lagt á stað og lendi í vandræðum því ef við stykkjum þessa viðskiptavin okkar þá gætum við lendi í svona vandamálu sem að væri kannski erfitt að komast upp úr. Það gæti verið það. Við verðum allan að hafa fjármagn til þess að standa undir þessum vexti. Þess vegna erum við svo þakklátt fyrir þennan stuðning sem við fengið frá okkur öllum og ómetanlegur. Og þetta alveg frábært með ungt fyrirtæki sem að, hefur litla forsögu fyrir flesta inni. Fólk sem hefur ekki fengið mikinn aðdraganda, heldur komið á kynningu og kynnt sér málið og ákveða að taka þátt í þessu. Þetta æðislegt, þetta ómetanlegt og við erum alveg gríðarlega þakklátt fyrir þennan stuðning. Og við höfum verið í samskipti við fjárfesta undanfarið og það bara mjög góður tónn í mannskap. Mér finnst mjög gott að vita að eftir það sem undan hefur gengið að það hafa komið kannski smá hríðir eins sem eins og lífið vill vera og við erum búin að sjá út úr því og það komið sumar. Þannig að við hlökkum til framhaldsins. Hér sjáum við kannski smá sýnishorn af því sem við erum að vinna fyrir sem fræðsluefni, kem ég aðeins inn á engineering og þá það helst það sem við erum að tala að við erum búin að sjá bíl keyra á vatni nýverið, það var mjög áhugavert við erum sem ekki komnir út í það með blóðurlanga til að setja bílinn á vatn það ekki lítirinn komin í 240, það var að lækka aðeins ég held að hann eftir að fara upp fyrir 250 ég sagði það sem einhver spámaði fyrir 2 árum að lítirinn eftir að fara upp í 250 og menn sagði verið brjálaður og það vegna þess að ég hef kynnt mér stjórnmál heimsins og ég hef kynnt mér það sem yfir mannkynið að koma, það sem verið að gera og það sem mín kenning, ég ætla kannski ekki að fara á djúpt í það, en ég held að þetta áhlaup á hagkerfi heimsins sé að hluta til hannað. Þeir vissu alveg að þessu, þeir breyttu reglunum í Bandaríkjunum svo að hlutinni geti farið á annan veg til þess að ná hreinlega yfirráðum yfir öllu því sem við erum að framleiða og stjórna, sem stoðkerfi við samfélagið, sem að heita stjórnvöld. En þessir valdakallar eru að breyta þessu. Og ef einhver vill að ræða það frekar, þá skal ég taka hann á eintal hvenær sem En við erum sem sagt með vitundavakningaverkefni sem að spannar alla fjölþættustu þætti lífsins. Let's first care for our planet and then with joy serve one another. Paul átti þetta. Við byggum til svona motto félagsins, svona markmið.
og follow the voice within. Við ætlum að finna listamannin í ykkur, við ætlum að fjárfesta í menningu, við viljum sjá meira af gleði í samfélaginu, sjá þau Karl, hann frábær forritari, en svo hann laumur tónlistarmaður þess á milli. Ég reyndar að keyra hann á tónleika og æfingar þess á milli, hef einstaklega gaman að það, því hann ofsalega fjölhæfur og þetta víkkar bara hugan. Að spila með vinstri hendi, þjálfar hægra heilahvel, við fáum meiri sköpun. Hérna frábær tónlistarmaður sem veit allt þetta. en það ég var tónlistarmaður eins og ég veit hvað það að víkka át sjóndeildarhringinn, vera opinn á tækifæri og vera ekki eins fordómafull eins og við viljum vera, heldur hlusta á náungan og fara eftir því, leita eftir því sem maðurinn að segja í raun og veru, ekki taka það persónulega. Og það búið að vera okkar elja hér innan hús, það að stúdera þessi mál. En lífið heilagt og það varðar plöntulíf og hvernig við matriðum okkar svo framvegis. Og þetta erum við alltaf að rannsaka, við höfum ofsalega gaman að þessu. En fyrirtækið okkar og tækifærin eru gríðarleg. Minn draumur er sá að við sem Íslendingar, við finnum okkur jákvæðan tilgang á þessari litlu plánetu okkar. Og ef maður horfir á stóru myndina og að þá eru stóru iðnríkin og við öll sem að búum á þessar litlu plánetu, við erum öll að etja við sama málið, sama vandan, en það er voðalega þægilegt að svona bara láta til hliðar og fara bara í dægumáli umræðuna hvað gangi í litla þorpinu okkar hér á Íslandi. Að við höfum einstakt tækifæri sem okkar smáþjóð, vegna þess að við eigum mjög öflugan infrastruktúr. Við eigum aðgang af frekar ódýrri orku, hreinni orku sem við getum nýtt í það að byggja hér upp á Íslandi lausnir sem að leysir eða allavega er hluti af stóra menginu að finna út lausnir, hvort að það sé að leysa mál varðandi aðrar leiðir en olíuna, hvernig það rafmagnsbílar, það metan, hvað það, hvernig munum við greiða fyrir orkuna, ætlum við að greiða í áskrift eins og hjá farsímafyrirtækjum, þá eftir að finna þetta allt út. Við getum tekið þátt í því að vinna með öðrum þjóðum í kringum okkur að finna þetta út og þá er maður að tala um það að við séum hálfgert leiðaljós fyrir stærri þjóðir og á mjög jákvæð máta þá erum við með tilgang sem Íslendingar. Að hér erum við að skapa nýja leiðir í lýðræðisþróun eða í nýtingu orku til þess að finna lausnir upp á það hvernig við að byggja upp infrastruktúr til dæmis í Afríku eða í Indlandi. Og það þýðir það að hér að Ísland verði svona ákjósanlegu kostur fyrir alþjóðlega vísindamenn að koma hingað til Íslands og taka þátt í uppbyggingu á nýsköpunarfyrirtækjum á öllum sviðum, hvort að það sé í sjálfbærni þróun innan þess ramma eða í orkumálum eða í málum sem tengjast lýðræðisþróuninni eða framtíðar gjaldmiðlum að hér verði þetta verði svolítið landið. Já, hér alltaf að gera allt sem hugurinn gildnist í nýsköpun og málhönnun. Já, þetta er Guðjón Már Guðjónsson, vinur minn sem var að tala um vísindasetri okkar Guðmundar. Á þess að nefna það nafn, en þá er það klárt að það var allavega búið að koma fram í okkar samtali að hvað við ætlum að gera og þetta er svona undir tónn í samfélaginu. Menn vita hvað við erum að gera, en þau veit ekki alveg hvernig þeir eru að taka á því. Þetta er svolítið leynd yfir því, en við erum með alveg skýr markmið. Erum í samræðum við vísindamenn á bara bestu vísindamenn heims, eins og það var sýnt þarna í áðan, sem að gæti nýst okkur í að búa til lausnir sem að gætu hreinsað plánunduna. Og það er markmiðið. Markmiðið er að nota olíuna með öðrum hætti. Við þurfum að nota olíu alveg helling þótt við þurfum að nota aðra orkugjafa. En hins vegar er talað um peak oil
Það er við erum búin að hámarka framleiðslu getu í heiminum sem þýðir að það verður bara vandamál í framundan því við erum að nota olíuna. Já, hún var kölluð skækjan í biblíunni, ef svo við vitni ég ætla ekki að segja hvað var sagt skækjuna eða hvað menn var að gera við hana. En áfram, þetta er sem sagt þarfagreiningaþjónusta sem svo margir hafa séð sem að fjallar þarfir og tilfinningar mannsins. Og við reynum að hlusta og miðla. Það er það sem við viljum að gera. Við viljum að miðla og greina þarfir og búa til verðmæti úr þörfum því að ef einhver þarf að kaupa þá er það verðmæti fyrir einhvern annan. Og það er það sem að hugmyndafræðin gengur út á. Og við viljum að hjálpa fólki að komast í betri lífsskilyrði. En þetta, ég ætla aðeins að hoppa yfir þetta. Þetta held ég að flestir hafi séð ansi oft. Og fjárfestingi hversu kemur og fljótt, þetta er kunnulegt líka. Ég fer ekki inn í þetta mikið núna. Þarna var sem sagt vísindasetrið hans Guðmundar, ég ætla heldur ekki að fara ofan í það. Það er mjög áhugavert. Við erum sem sagt með aðstöð þarna í Vogum. Og að því að við höfum við höfum tækifæri til að gera góða hluti. Og eitt er að græða peninga og annar að gera eitthvað uppbyggilegt og jákvætt við þá. Og það er ástæðan fyrir að tala þetta. Við erum sem sagt búin að búa til grunn fyrir þróun á aðstöðu. Guðmundur er maður, fjölhæfur mikill og góður maður. Ég held ég geti alveg fengið fleiri til að taka undir það. Einstaklega bóngóður maður og fjölhæfur. Þetta er túrbínu sérfræðingur í fallvatnsvirkjunum okkar Íslendinga. Og hann er sem sagt með aðstöðu þarna eins og þið sjáið og sem við köllum vísindasetrið. Það er það sem var að tala í framtíð Íslands í útvarpinu á þess að þeir hafa nefnt það. Því að Þórhallur Guðmundsson vildi fá að fjalla þetta, ég vildi ekki fara í þetta, ég hef ekki viljað að tala þetta opinberlega. Því að við þurfum að koma að þess að stað áður fyrir að gera einhver læti. Að fara að búa til, hvað ég segja, einhverja eftirgræðslan eða forvitni í samfélaginu sem er kannski ekki þörf fyrir okkur til þess að vinna verkið. Þannig er hann að fjalla möguleikana og við erum að tala það að bjóða erlendum tækni- og vísindamönnum til landsins sem að við höfum verið í sambandi við og það þarf fjármagn í það. Bara svo þið vitið að þá erum við ekki eða peningur í einhverja vitleysu þar að segja eitthvað annað en það sem við eigum að gera. En þetta er eins og bara framlag Guðmundar eins og svo margra eru með ýmsum hætti til verksins og gefur okkur bara fleiri tækifæri. Þetta er eitt varðandi ykkur skipstjórar. Það kom maður daginn og vildi breyta bátnum sínum í rafmagnsbát. Hann kom hingað inn og hann ætlaði að vera fyrsti maður í heiminum til þess að gera það. Þannig að það er mikill áhugi að takast á við svona flókin verkefni sem er svona, þessi áhugi fyrir verkinu og svolítið svona tæknilegs eðlis, svolítið challenge. En staðan er þessi, þið hafið séð þetta, allir sem kom inn á intervolks.com sem er svolítið verið í umræðinni sem við höfum bent athyglinni að. Og staðan er 80% því við erum búin að vera í pröfufasa. Þeir sem hafa séð eitthvað af því sem við vorum að gera vorum að sjá lífrænar snyrtivörur og eitthvað frá Íslandi. Við erum komið með samstarfsaðila til dæmis eins og My Secret sem er alveg frábær íslensk vara fyrir það að hún geymist mjög vel. Hún geymist í 9 mánuði, svo vita sé. Og það er engin samkeppni. Hún er alveg bráðholl og er að hjálpa fólki með ýmsa kvilla varðandi liðamót, gigt eða einhverjar meltingartruflanir. Og Óli var ofsalega spenntur fyrir að geta farið í einhverjum samvinnu við okkur. Bara svona til að segja ykkur aðeins, við getum gert fullt á Íslandi í sambandi við framleiðslu. Og tækifærin eru mörg og kerfið okkar er í pröfu, þannig stendur test. Og við erum að pröfu að gera þetta sem virka þannig að fyrirtæki fara þarna sjálfur skrá inn. Við erum núna, þetta er bara demo, þetta er það sem við erum að pröfukeyra eða leysa hnökra, en þá er kerfið örlítið og flókið því að samstarfsaðilar okkar eru snillingar í að búa til kerfi og hafa búið til gagnvirkt upplýsingakerfi fyrir sjónvarp í Evrópu og eru núna að þróa upplýsingakerfi fyrir 20-30 miljón manna markað eða spítalamarkað. Og það er flottasta kerfi sem ég hef séð á ævinni sem þeir nýti bara einn takka og þá náðu hann upp öllum tölum á rekstri allra deilda yfir allar spítalastofnunir innan þessa félags. Þannig að þeir eru óbærslega færir og við erum mjög ánægð og erum svolítið örugg með okkur í augnablikinu og hlökkum til framhaldsins og það er það sem við verðum að gera, að pröfukeyra ferla í þessu
og það er engin fyrirtæki farin að selja í gegnum þetta vegna þess að við erum ekki konum með kreditkortagátt, við vissum ekki hvert hún átt að fara. Og hins vegar er hún komin kreditkortagáttin, þar sem að fjármagnið byrjar að streyma inn, eða sem sagt farvegur fjármagnsins er sem sagt komin á hreint, og það var einhver bið með það. Það er greinilega eitthvað með peningaþvætti í heiminum sem að stjórnvöld eða þess að fyrirtæki bankastofnanir fylgjast vel með, hvort að ekki allt sé með feldu og allt sé öruggt, og við vorum svolítið lengi að bíða eftir svörum frá þeim til þess að geta þróa verkið áfram, til þess að geta tekið þetta næsta skref, og það er sem sagt komið. Þannig að við annars vegar stýrum fjármagnið í framhaldi þegar núna við erum að fara á stað með sölu hlutafjárútboð sem við höfum fengið sérfræðing frá. Hann er íslenskur en hann er unnið víða erlendis, hann er bróðir Úlfars, einstakur nagli, hann er 2,10 á hæð. Hann er risastór, en hann er æðislega flottur, ég veit ekki alveg hvað hann er menntaður í þessum fjármálum. Hann mætir Óskari rosa vel, Óskari með alla gráður sem við þurfum til þess að vera brilljant, eins og það hefur séð þarna áðan. Þannig að við erum með alla lagalega starfsemi til þess að geta selt okkur eigin hlutabréf, þá þurfum við að hafa löggildan verðbréfamiðlara og svo framvegis. Þannig að við erum að gera hlutina mjög vel, og núna erum við að fara í hlutafjárútboð sem að verður fyrir aukið hlutafjár. Þann spurði hvort við vildum fara út í hlutafjárútboð fyrir núverandi eign, það er að segja viljið þið selja hlutin ykkar. Við ætlum gaman að sjá hvað eru margar hendur sem við vilja selja núna, en ég var beðinn að gera ekki, ég er mjög fárvitinn, en skal ég segja ykkur, við viljum ekki hafa hérna kostningu það því að það er ekkert viti að fara að tala um það að fara að selja núna því að þetta er rétt að fara að byrja. Og hlutafjárútboð því hlutafjáraukning, það því að styrkir ykkar stöðu, ykkar fjárfestingu, og það er sett meira fjármagn sem kemur inn, það eru fleira veðja á sama hest. Og það sem ég er að segja ykkur er að við erum að stýra í fjármagni í gegnum kreditkortagáttina, í gegnum þessa nýju heimasíðu sem þið sáu aðeins áðan, arðis.isu.com, sem verður með kynningu og öðru, og við erum að vekja upp þessa gömlu samstarfsaðila í að fara að finna fjármagn fyrir okkur gegn þóknun, og þær greiðslur munu berast inn á erlendareikning og verða þar einhver tíma, og við notum bara það sem við þurfum hverju sinni, og þannig er í erlendu gjaldmiðli. Og það er tvíþætt, annars vegar mennur ekki gjarnir að vilja kaupa eitthvað í krónum og hlutabréf í íslenskum krónum, og hins vegar það er stöður í gjaldmiðl og stöður á umhverfi. En við þurfum að koma með þetta meira minna allt inn í landið eins og að lokum. En við erum allan að koma með þann farveg á hreint. Það sem þið sjá þarna er become a part owner in our business. When you shop, we save our profit to our yielding fund, mutual fund, sem sem sameiginlegur. Þetta er sem sagt aðal, hvað ég segja, þau verða meðeigendur í þessum business, notendurnir. Það er mjög óvenjulegt fyrir fyrirtæki að geta keyrt áfram á sameign, það er að segja að notendur sem er að versla við að jú, það er til dæmi það, ég veit ekki hverju eru inni, það er einhver sem er allan að fjárfestofum okkar sem hefur var í fór í gegnum samvinnu skólan, og það var fyrir norðan, IKEA muni þetta í, og hann sagði að þetta verið mjög svipað því sem þeir gerðu, við veitum hvernig fór fyrir því. En það er hins vegar lítill og þröngur markaður sem það þjónaði, við erum hins vegar að fara með þetta aðeins víðar. Þetta er staðan í dag, og þetta eru við þakka fyrir okkur, og ég mun kannski svara einhverjum spurningum ef þær eru á eftir. Takk fyrir.